Þegar við leggjumst inn á sjúkrahús, þá má eiginlega líkja því við það að flytja erlendis, þar sem ólík menning, siðir og venjur og reglur, tungumál er annað. Það skiptir máli að við þekkjum aðeins menninguna sem ríkir inn á sjúkrahúsum. Og ég ætla að gera greinarmun á annars vegar bráðasjúkrahúsi og almennu sjúkrahúsi. Núna er ég fyrst og fremst að tala bráðasjúkrahús eins og Landspítali Háskólasjúkrahús er. En þetta gildir flest öll bráðasjúkrahús í heiminum. Þetta er menning sem byggist upp meðal heilbrigðisstarfsfólks og er ekkert einkennandi eingöngu fyrir Ísland. Ég ætla að taka nokkur dæmi úr tungumáli Landspítalans sem skiptir máli þegar bráðatilvik er að ræða. Þegar við erum heima þá hringjum við 112. En hvað gerist þegar við erum á sjúkrahúsi og eigum allt undir því að starfsmenn séu nógu vel upplæðir og athugulir að þeir taki eftir því sem skiptir máli. En á bráðasjúkrahúsi, sem einkennist af því að það er ekki bara bráðamóttaka heldur líka gjörgæsludeild. Það er sérhæfð þekking á alvarlegum veikum sjúklingum. Þessi þekking á að nýtast öllum sjúklingum spítalans, hvar sem þeir liggja. Það er menningin. Það eru nokkur orð sem skipta máli og sjúklingar geta knippt í starfsmenn ef þeir eru eitthvað utan við sig. Það er til dæmis orð stígun. Það er orðið gát, SBS, S-bar og njús. Þetta eru bara eiginlega skammstafanir sem ég fer aðeins yfir, en þú getur lesið í pistli líka. En þetta bara skiptir máli að geta nýtt sér þetta og aðstandendur ekki síst þegar sjúklingarnir eru það veikir geti varla barist fyrir sig. Ég ætla að byrja að tala stigun. Stigun er það að það eru allir sjúklingar sem leggjast inn á Landspítalann eru flokkaðir. Það eru mældir lífsmörk og þeir fá ákveðin stig. Það fer eftir stigafjölda á hvaða lit sjúklingurinn fer. Hann er rauður, gulur eða grænn. Flestu stigin, 7 eða meira, eru þeir sem eru rauðir. Og það er fínt að kunna það að geta spurt á hvaða litur er ég, hvað hef ég mörg stig í dag? Eru þau færri eða fleiri en í gær? Og allar þessar mælingar sem eru gerðar, sjúklingur þarf að geta haft yfirsýn yfir það alveg eins og starfsmenn. Annaðhvort að geta skráð það hjá sér eða fengið útpröntun á hverjum degi. Sýnt sínum aðstandendum og verið þannig eftirlitsaðilinn sem heldur starfsmennum vakandi. Þegar stigin eru orðin 7 eða fleiri, þá er það venjan að það er hægt að kalla eftir þessari gát. Það er að segja, hringja í gjörgæsluna og óska eftir aðstoð við mat á ástandi sjúklings. Ef til þarf að grípa eitthvað inn í. Þá kemur hjúkrunarfræðingur eða læknir eða bæði og gerur ennþá fleiri mælingar. Og svo aðgerðir framkvæmdir í kjölfari þess. En þetta er það sem sjúklingar geta spurt er ástæða til að kalla á gát eða aðstandendur þegar þeir hafa áhyggjur sínum sjúklingi. Það þurfum við að geta, ef við getum bara nefnt orðið gát, er ástæða til að kalla eftir gát. Þá kannski vakna starfsmenn sem eru ekki kannski í góðu formi. Þeir eru náttúrulega í alls konar ástandi, alls konar þreyta, fyrir því hvaða dögum, hvaða tími dags er. Við vitum að flest okkar eru verst upplögð kannski í enda vikunar, seinni part dags. Og það er allt í lagi að hnippa í þann sem er ekki í góðu formi. Þá á enginn að þurfa að gjalda þess að einhver er ekki upplagður. Þannig að við getum nýtt okkur þetta. S-bar er ákveðin samskiptatækni fagmanna. Hún nýtist líka þegar starfsmenn eru að skrá í sjúkraskrá. Ég fer betur yfir það þegar ég tala sjúkraskrána. Sjúkraskráin er okkar helsta öryggistæki. En þú getur nýtt þér S-barinn líka í samskiptum við starfsmenn. Að vera að skýra hvað er að, hvað þú vilt að sé gert
og þannig að upplýsingarna skili sér og fylgja þeim eftir. Fáðu aðstandendur til að knýja á. En af hverju þurfum við að beita okkur það með þessum hætti? Af hverju þurfum við að þekkja þessi orð sem starfsmenn eiga að kunna, þessar reglur? Jú, málið að það alltaf mörg alvarlega atvik, dómsmál sem má rekja til þess að innleiðing af þessum ferlum, þessum reglum hefur mistekist aftur og aftur. Og það enginn sem fylgir því eftir þó að sé til embætti sem heitir landlæknir. Þannig að sjúklingar þurfa og verða að beita sér. Og ég bara hveti að gera það án samviskubits. Það engum greiði gerði með því að sleppa því að hnippa í starfsmenn sem ekki í góðu formi. Sem ekki að taka eftir, ekki að hlusta. Við getum nefnt nokkur nöfn. Eygló Svava lést 43 ára 2020 vegna þess að þessi verkfalla brugðust. Jón Valgeir lést 2014, 55 ára vegna þess að þessi verkfalla brugðust. Páll Hersteinsson lést 2011, 60. Jóel Gautur lést eins árs 2001. Við þurfum að beita okkar valdi. Þannig að hafðu ekki samviskubit yfir því að vera að þrýsta á eða pressa, jafnvel vera með frekju. Það allt í lagi. Starfsmenn eiga að taka því vel. Starfsmenn eiga að tryggja það öryggi þitt og þú getur beitt því þér. Þú getur haft áhrif á það að menningin, að þessi orð, þessar reglur séu í gildi og þær virki fyrir alla sjúklinga. Svo ég bið að standa á þínu. Startu með þínu fólki sem liggur inn á sjúkrahúsi. Starfsmenn eru ekki alltaf í toppformi.